Hold up. It rubs the lotion on its skin. It does this whenever it's told. It rubs the lotion on its skin or else it gets the hose again. Yeah, boy! Ói, þetta var pirrandi. Þú kannt að berja þáttinn. Við erum mættir. Yes. Fyrsta skipti sem að það er engin sami. Engin samól. Þannig að ég hef frjálsar hendur til þess að vera eins eiginlegur og ég vill. Já. Og enginn til að stoppa mig. Nei. Og ekki nóg með það. Þú mátt hérna kynnan inn. Hinn eini sanni. From the land of the rising sun. Ó, hvað er langt? Jóhann! Jó. Jóhann. Ég held að þetta sé steinolja sko, ég held að þetta er kerensín á ensku og þetta er allt sem þú þarft að setja onni í hana til þess að þú vilt að hitta upp herbyggið. Það er það sem ég held alltaf. Jóhann. Talaði þessi í mækin. Halló? Fyrir ekki stræk, ég var bara að tala við Friðgeir aðeins. Friðgeir? Hann er í heimsókn. Hver er Friðgeir? Já, ég er með Íslendingin í heimsókn sko. Nei. Friðgeir, viltu segja eitthvað? Nei, ok, Friðgeir, ok. Nei. Hann er mjög... Ok, já, þetta hittar upp, já. Hann er að setja kerosín á. Kerosín á hitaran? Eru þið með olíu? Já, það sem spila að hita upp inn á húsið, það er einhvern opnar, sko. Já, auðvitað. Kerosín og pappir, það fer ekki vel saman, sko. Pappaveggir og kerosín? Nei. Já, það er vísur rétt, þetta er eitthvað of nálagt, en þetta er samt, þetta er heldur góðum hita. Það sleppur. Það þarf ekki að hafa gráður. Sleppur. Er kalt þarna á þessum tíma? Árstíma? Hvað segir Friðgeir? Myndur þú segja að það verið kalt? Ok, hann svarar mér ekki. Það er bara það. Já, það er bara svona svipað eins og á Íslandi, en sko þetta er engin, það er ekkert verið að halda hitanum hérna inni, sko. Þetta er ekki geothermal energy, þetta er bara ekki neitt. Nei. Er þér kalt, Jóhann? Ekki núna. Nei, það er nýbúið að setja kerosín og svo í herbygginu er kerosín. Hefur þetta bara í opnum potti eða? Og kveiki bara í toppnum? Það væri nú... Það kemur mikið reykeitrun. Anskoti vittlust. Já, er þetta bara... Nei, þetta er hérna inn í olíus. Þetta er hérna sem sé... Á einhverjum þræði? Þetta er sem sé... Já, nei, þetta er einhverjum lokuðum hérna svona hittar og eitthvað. Bara basically. Og svo blæs það út heiturloft. En sniðugt. Þetta er ekki mjög umhverfisvænt. Þetta er ekki nógu umhverfisvænt og þetta er ekki nógu kostnaðar samt. Hvað var kjarnorkuna? Þetta er eina hugsun. Það flæddi yfir hana. Ég meina, það flæddi. Hún er til staðar, svo við getum sagt það. En ekki mikið af henni. Þannig að það er ekkert lengur í Japan kjarnorku... Það er alveg eitthvað upp í 10%, ég man ekki hvað það var. Það var eitthvað tildulega nýlega. Umræðan er á algjörum villigutum hér, sko, að því að fólki, sko, á 11. mars, á deginum, hérna, sem flóðið var. Var ekki 2011? Já, það fara alltaf, þeir sem eru á móti hérna kjarnorku, þeir fara alltaf að mótmála á þeim degi. Sem er náttúrulega bara djöfisins skömm, sko, að því að þetta á að vera dagur til þess að minnast fórnarlamba flóðana. En ekki vera að gera það, sko, kjarnorku deilu, að því ég veit að þetta Fukushima-slys var slæmt. En þess að hefði lagað þetta, hefði verið löngu búin að búið til nýtt kjarnorku og vera frá ströndinni og loka gömlu kjarnorkuverðin. Sikta kjarnorkuna og endurnýja hana. Það er náttúrulega hérna, ég sá... Það var náttúrulega að vera löngu búið að setja upp ný kjarnorkuverð í staðin fyrir þessu eldgamla 50 ára kjarnorkuverð. Það var hérna, ég las nefnilega frétt nýlega. Það er sem sagt, flóðið var 2011, var það ekki? Mikið rétt. Já, það er sem sagt, það var að tala um að því að þú veist, að því að Fukushima svæðið, það er ennþá lokað, það ekki? Það er ennþá annað partur af því lokað. Já, að því ég man sem sagt, það var eitthvað svona fréttir að það voru sem sagt að það voru radioactive villisvín
geislavirk villisvín á svæðinu að þú veist, það er ekkert mannfólkana þannig að þú veist, náttúran bara tekur yfir Aðlaðast og það eru hérna geislavirk villisvín á svæðinu bara sem búa þarna Já Skrýtni Svo var fiskar hann að rottan sem komst í einhverja línu hann og hún alveg hérna var Kókain bara einhverju algjöru hérna eggjasalati What? Þetta er eitthvað mjög spes Hversu skeri ætli þetta hafi samt verið Vera þarna hlaupandi þarna frá þessu Manstu ekki eftir hérna myndbandinu hann á bílnum sem er að keyra niður götuna svo kemur flóðið og hann svona tekur svona uppey og er að bókstaflega að keyra þú veist, flýja frá flóðinu Já, hann sér þetta fattar, þetta er ekki alveg rétt Já. Snar hemnar, bakkar á sinn einstaka asíska sið svona, og hvar er Sammi núna? Já, nákvæmlega Það vantar hljóð sound effect meistaran okkar hann er í Flórida í augnablikinu Sammi á móti asískum hérna dræfurum Nei, hann er alltaf hann er með alltaf sound effect Hann er alltaf að skjóta á mig sko Já. með rasista Herðu, býða strákar Friðgeir, þú þarft að renna hurðinni Þú þarft að renna hurðinni Þetta er rennur, þú getur ekki opn Þú voru að renna með til hliða til þess að hún er herbyggið Er þessi Friðgeir hefur hann ekki búið í Japan Það er lengi? ekki hurðahúð, þú voru að renninni Ok Friðgeir, hvað var það að segja? Hvað er hann að gera í Japan ef hann veit ekkert japanska menningu? Er þetta bara eitthvað svona random íslendingur? Hann segist vera mikill átándi japanska menninga en svona, ég veit ekki, hann er náttúrulega kannski að sjá þetta svona fyrsta skipti Þannig að hann er svona allt sem hann veit Japan hefur hann úr anime Er svona þannig gaur Hann hefur Hvað ekki er Anime, þú veist hann að japansku teiknimyndinar Þú sagðir anime Ok, þú Whatever Hann er alltof japansku núna sko Já, haltu kjafti Ertu Þú Eða eins og þið segja á japansku Harðu kjaftiru Já, það var ekki hérna Urusai Já, meira En hvað er að frétta þér Jóhann? Þú ert ennþá með vinnu Ég er með 2 vinnur Nú? Já, alveg rétt Viltu segja Bjarna hvað hinn vinnaðinn er? Að ekki bara láta vaða og láta fólk vera sjokkerað og ógeðslegt út í samfélaginu Jú Endilega, sjokkeraðu alla með hvað þú ert að vinna við Ég er að gifta fólk Ha? Nei Þú klúðrar algjörlega soundeffektinu núna Já, það er bara að því að Bjarni er í sem sagt bæði Byrjum á nýtt Nei Þú hefur ekki þennan Þú hefur ekki þennan möguleika núna Ekki eins og síðast Byrjum á nýtt Guð minn alveg eftir seinasta podcast Ég hefur fengið 3 hringingar frá AA samtökum Við viljum gera það svona poster child Við setjum svona campaign sem þú ert svona Við setjum svona kampinni verið þannig heldur þú þurfi ekki að hafa ágjur á hérna drikkjumiðinni Hlusta á þennan gaur Svona hljómar þú Hlusta á retardinn hann sem var að tala Hvernig hérna ég er vel fyrir mig að því að maður þekkir að maður fer að drekka og maður og á einhverjum punkti þá þú veist þegar maður heyrir sjálfan sig þegar maður man ekki eftir því var þetta þannig fyrir þér? Þetta var hrikalega Þannig að þetta var, þú veist, þú varst í rauninni að heyra þetta í fyrsta sinn þegar þú hlustaðir á þetta Já, ég man ekki og ég man eftir hérna Anfarinu Ég man ekki, þú veist, og ég bara, þú veist Ég man ekki ykkar svör og ykkar svona respons og svo þegar ég held að þú varst að segja ég var í snöggur og þú veist að tala um sama og þetta var vandræðilegt En þetta var stórkostleg Fólk hafði gaman að þessu Já, það er nefnilega og þetta er eitt af því sem við höfum heyrt mjög mikið Það er gott að vita því að fólk hefur gaman að því að maðurinn hérna með alvarlega sko hérna drikkjuvandamál getur ekki haldið sér Já, það er hérna því sem er svo skemmtileg Já Þetta var stuð En hérna Það eru 13 í vikunni sem ég langaði til að tala um sem er hérna Frettaskot Það er hérna pínu sem sagt, mér finnst þetta svona pínu stórkostlegt kannski er þetta niðurdrepandi fyrir suma en mér finnst þetta bara fyndið og það er hérna The Flat Earth Society Conference var í vikunni
Já, Hvað er með? þetta er Þannig rosalegt. að í Bandaríkjunum og það er bara, þú veist, ég var, að því að ég man bara að hérna frétt, að því ég las fréttina að þetta var bara sem sagt, fyrirsögnin var bara hérna Flat Earth Society Conference og sem sagt, fyrsta línan er sem sagt people from all over the globe Þeir hérna flugu og mættu á hérna ráðstefnuna. eiga til með að hérna mismæla sér svolítið með þetta sko. Nei, þú veist, að því að fréttin var skrifað af einhverjum öðrum. Já, ok. Mér fannst þetta bara svona fyndið skot á þá. Og þú veist, og ég fór bara svona, að því svo, þú veist, las ég svona hlutið það sem fólk var að segja og þá var til dæmis, þá var ykkur gauðra sem voru að tala um hérna Elon Musk og hérna SpaceX og bara svona, hann er bara legari, hann lígur allt sem hann segir er lígi og svo voru svona, og það voru, þú veist, allir svona conspiracy theories, þá voru nokkur hann svona geimverugauðrar og þá voru hann svona 9/11 truthers hann líka þetta er bara svona Þeir, sem sagt, þetta var svona pínu stórkastlegt þeir eru ekkert sérlega klárir. Núna, einmitt í dag, er maður, ég er að leita þessi hérna. Já. Í dag ætlar maður sem að er flat earther að fara að skjóta sér í heimatilbúinni hann bjóð eldflaug. til eldflaug hann þarf að skjóta sér upp í loftið til þess að sanna að jörðin sé flöt Já. Og hérna, sem Það sagt, með bara að lappa þá vestur og setja af kortinu. Ég meina, ef hún er flöt, þá ertu ekkert að fara neitt, þú ert ekkert að fara... Þetta er ekki Final Fantasy heimur. Þú fer ekki út að vinna alveg til vinstra út á kortinu og bara byrtist upp hægra mig. Tæknilega séð það sem gerist en hann heitir sérst Ég meina, það er allir með glób. Já, nákvæmlega hann heitir Mad Mike Hughes og madmikehughes.com. Hann er að fara actually að skjóta sér úr, þetta er hérna Steam eldflug eitthvað, þetta er ekki hérna rocket fuel. Þú myndir segja að hann var að fara að skjóta sig. Hverjar heldur að líkunar séu að í lokmán að sem sagt áður en að hérna árið búið að þessi maður hafi sprengt sjálfan sig í loftu upp í loftinu Ég held að sjálfur góða líkur Þetta stefnir allt í Að vísu vona ég að það gerist ekki af því að þá byrjar hérna Já, nákvæmlega, þá það væri svo fyndið ef þetta myndi takast hjá honum sem by the way, þú veist, ok, ef hann bjóð til sinna eigin fucking eldflaug sem virkar það er mjög impressive, bara eitt á sér en þú veist, ef hann er, þú veist ef hann væri, þú veist, að taka sjálfan sig upp á leiðinu og hann er með svona recording dæmi og það er bara eitthvað svona, ég er alveg að koma á brúninni nei, byrju, ok, núna er ég að koma á brúninni nei, byrju, ég sé ekki alveg brúninni hérna Ég held að hann myndi bara upp og segja Yeah, it's a flat circle. Já, eitthvað svona, þetta, þú veist, hann er svona flatur en hann er smá svona kúfður Já, pínu kúft. En hann er að skjóta sér actually. Hann næður ekki að skjóta sér nóg hátt upp til þess að sjá hérna almennilega sko. Saturday, a gentleman, and not just any man, but a flat Heyrið þú þetta, Jóhann? as he likes to be Ég heyri called, það mjög vel. is going Hver to er be þetta, Gabbi? launching himself in Þetta er a hérna homemade Secure steam Team rocket. 10. Hann er svolítið mikið að hérna í banka Nei, ekki debunka sko hann bara geimverur. svona fjallar svona alls konar Hann er reyndar meira fyrir geimverur sko ok. og ég fylgist svolítið með hann af því hann er mjög duglegur að dæla út vídeóm og hann er með svona clickbait svona svolítið Já. án þess að vera clickbait að þetta er mjög áhugavert, það eru lame. Hvernig er hægt að vera clickbait án þess að vera með clickbait? Já, þetta er svona, þú veist, hann skrifa svo áhugavert í þess að titilinn og svo er þetta ekkert alveg jafn merkilegt, skilur, en hann er samt að tala um það Masturbation on the moon, could it be Santa Claus? Eitthvað fólís áhugavert. Það er reyndar, þú þurftir reyndar svona að fara svona að læra að gera svona clickbait í hérna titla fyrir hérna gráasvæðið til þess að við getum fengið ég veit ekki, eitthvað veist hvað ég lendi í daginn Það er helviti góð hugmynd hjá þér. Bjarni, setjum það gráasvæði. Egill kominn út úr skápnum. spurningamerki Farið miljónamæringur. það, þú veist, mér er alveg saman það setti það bara í hérna Egill samkynhneigður spurningamerki en ég þól ekki clickbait, ég vil ekki vera þú varst að segja að þú fílaður gaurið sem gerir clickbait Nei, þetta er ekki clickbait, þetta er, þú veist clickbait sem að þetta er á hærra stígi sem að er actually já, þú veist svona myndir talar Nei, ok, ég ætla að hætta mér. Nei, hvað nei, ég veit hvað þú ert að fara það er Kannski hérna bara klippur út. það er hérna Egill er kominn út úr skápnum, já eða nei? Egill, hvað segir þú? nei
Sko, ok, nú get ég sett þetta í hérna. Já, heyrðu, Já, þetta er mjög góð hugmynd hjá okkur báðum. Búin að fatta þetta. Þetta er komið, Jón. Egill talar að vera komin í MeToo hreyfinguna. Sigmundur Davíð að þukla á pírutum. Hann Me Too dæmið. Me Too, hvað er þetta? Já, það er eins og þannig að Já, þegar fólk var að já. deila því Ég var geðveikt hissa. Ég held að allir voru orðnir Pokémon átöndur. En svo þetta Mewtwo. Þetta var algjör miskilningur. á annar blað, þú veist, að því að Fuck, bara Mewtwo orðin bara eitthvað celeb aftur. þannig að mér langaði mig til þess að tala það af því að ég hef lent í svona dæmi en ég var ekki viss hversu mikið ég ætti að tala það í þættinum af því að við reynum að hafa svona létti yfir þessu og ég vildi ekki fara, þú veist, að tala mikið eitthvað svona að þegar ég var, þú veist, í grunnskóla þá lendi ég dálítið illa í dæminu, þú veist, það er ekkert, ég er löngu komin yfir það núna en þú veist, ég hef alveg sögur að segja og ég vildi bara vera eitthvað svona ok, við skulum ekki tala það í þættinum Þið getið, ef þið hafið þið getið bara spurt mig út í þetta ef þið hafið áhuga á að vita þetta Oh my god, minn almáttur. Bjarni Joke. Já, djúvill það leiðilegt að heyra maður. Já, þú veist, maður hefur lent í ýmskonar og það er bara, þú veist, ég hef líka verið segur þú veist, að vera þannig að sé á báðum hliðum þú veist, ekki neitt eitthvað svakalega alveg en ég hef verið, þú veist, hvað sem er drullusokkur á djamminu þú veist, þannig karakter Já, þegar maður þú veist, yngri og þú veist, það eru hluti sem maður þú veist, maður bara skammast sín fyrir og ég er ekki, þú veist ég er ekki svona típa, ég vill ekki þú veist, þykjast eins og ekkert hafi gerst ég er miklu frekar að fólk viti það og viti að ég er ekki lengur þessi manneskja sem hegða sig svona af því það er svo mikið svona momentið það sem ég hugsa með mér þú veist, ef ég myndi hitta mig þegar ég var 16 ára þá myndi ég bara vera svona þessi fucking úlinga rævill þú veist en 16 ára, ég lít nú bara sjálfa mig fyrir 2 ára sinni og mér langar að skjóta hann. Bara fyrir nokkrum þáttum. Á hverju helstu að þessi branda verið fyndin á þessum tíma? Þú varst á jarðaför, fýblið Í besta falli slæm tímasetning. Já, í besta falli, herru, býttu, strákar, býttu. Friggi, kaffi kýrið. Mýtsótt, af hverju það? Friggi, þetta er ekki Friggi, þetta er ekki spagetti, þetta er núðlur. Þetta er núðlubakki. Jóhann, þú voru að segja Friðgeir að hætta... Jóhann! Þú getur ekki búið til spagetti rétt. Jóhann? Ég held að þú myndi vita þetta og ég myndi jafnvel með núðlur. Þetta er núðlubakki. Þú þarft eða heitt vatn og svona. Jóhann! Já, ok, ekki málum. Hvað þeir, Friggi, hvað þeir eru? Þú voru að segja Friðgeir að ef hann ætlar að vera, þú veist, svona að tröfla þáttinn, þá var hann að minnsta kosti að segja hæ. Eða þú veist, allan ekki, þú skefa á smakinn. Ég er búin að, já, ég er þetta svona böðunum. Viltu ekki segja eitthvað hérna? Þetta er hérna nokkuð gaur á Íslandi? Come on. Ok, talar ekki við Íslandinga eftir 2, ok, fyrir ekki. Hvaðan er hann? Er hann úr sveitinni eða? Einhvers staðar á Íslandi? Ég veit ekki. Ef hann er ekki milli sveit og borga, þá er hann einhvers staðar milli land og sjó. Er hann þá... Ertu með svona car crash hljóð? Þetta var hrikalegt. Ég með þetta. Sko... já, ég kannast þetta. Bjarni, það er mjög mikið synd að Sammi er ekki hérna af því að hann var bara, þú veist, svona lightning fast á með þennan... Hann er mjög snöggur, sko. En ég ætla að reyna að hérna, þú veist, vera Sammi líka. Ég er með síman hérna og eitthvað, en ég hérna þarf að skrolla svo mikið til þess að byrja að veipa? Nei. Býtu... Hann lengu... Þetta er sko, ég er með síman hérna og það er ekki að virka því að ég þarf að... Ertu byrjað að tala hversu mikið þennan bæjar yfirvöld hafa klúðrað málunum með því að loka mýmir og svona? Við getum notað þennan, ok. Segðu brandarann aftur sem þú sagði þér áðan. Nei, ekki endurtaka brandarann. Endurtaktu brandarann. Jésús. Ég skal endurtaka brandarann því ég er svo góður í því. Ok. Ef hann er ekki frá borg eða bíli, þá var hann að minnsta okkur á milli land og sjóa.
Sjóa? Sjóar? Er það tala um svona tryggingafélagið? Hvað sagðirðu? Milli lands og sjóvá? Hann sagði milli lands og sjóa. Sjóa? Þetta aftur að... Ég náttúrulega hef ekki verið hérna á Íslandi í þó nokkur ár. Yes. Þú hefur aldrei þannig séð samt verið með, þú hefur aldrei hérna, hvað segir maður? Þú fallbeygir stundum svolítið vitlaust. Það er hérna... Í ættinni. Ég gera það líka og það er að því að við höfum... Það er að helvitis uppeldið hérna í Danmörku. Já, auðvitað, það Það er líka... Já, hjá Já. mér það er það því að það er pínu svona færingur í mér. Já, þeir eru ekki alveg hérna, sko. Þú ert samt Við erum náttúrulega geimurur. Öll þessi lindætt. Já. Þetta er geimuru-taktar. Veistu hvað gerist í gær? Hvað gerist í gær? Það var föstudagur og það var föstudags hambúrgari og þú þarft að blípa úr nafnið. Já, ég skal gera það. Og hérna... Segðu bara, herðu, nei, hérna... Já, við breytum um nafn. Dulkóðanafn. Yes. Og sjáum hvort að ég næ að giska rétt. Sem sagt... Arnarreiður, það er ekki Þorstein. Sem sagt... Það er góð það. Sem sagt, það var föstudags hambúrgari og margir borgnesingar, þú veist, kannast við það er alltaf föstudags hambúrgari. Og Arnar stóð upp eftir að vera búinn að borða og buxurnar hans duttu niður. Af því að greinilega Má ég spyrja þér einu? Yes. Hefur þessi Arnar hringt óvart í föður vin okkar sem Já. og sagði Já. eitthvað upp á það að hann hafi migið á sína einn hönd. Já. Þá veit ég hvernig þú þetta var. Ég líka. Yes. Ég veit ekki á hverju ég það gera. En þetta var mjög stórkostlegt. Af því að við svona það kom svona smá þögn í svona eina sekundu þar sem við litum svona öll á hann. Og það var svona nei. Ég Það er fyndið. Ég fór í þetta Tók hann okkur hérna dansinn og söng Hey, what you used to be, hey, what you used to be, hey, Nei, what you used to be. Pabbi talaði bara að hann liti út eins og svona dissari með svona buxurnar lágt niður. Sagðirðu dissari? 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 Já. Stússi? Það er það sem pabbi kallaði það. Hann kallar það dissara? Já, þú veist, þau eru með svona buxurnar svona lágt niður. Já. Hann náttúrulega hefur Kúkabuxur. sína hip-hop þekkingu frá Spaugstofunni. Já, nákvæmlega. Hey, ekki dissa mig maður. Pabbi var líka að tala um hérna. Heldur þú ekki að hérna ef Karl og hérna Sigurður myndi mæta hana í, þú veist, í hérna Compton í Los Angeles myndi segja, hey, ekki bugga mig, ekki dissa mig, verið skotnir eftir 5 sekúndur. Pabbi minn var líka að tala um, við vorum að hlusta á tónlist í gær og hann talaði um hérna, manstu þegar þú varst í Idolinu, Jóhann? Herru, Bjarni, má ég að tala við? Já. Nei, af hverju ættum við að gera það? Uppáhaldstjóð þegar Jóhann tók hérna Roxanne með George Michael. Veistu hvað? Þetta var góð rasketling, veistu á hverju? Áður en ég fór hana, sko, eftir 10. bekk, ég var svo góður með mér, ég held ég gæti allt án þess að gera neitt. Á þess að æfa með það neitt. Já, meinur. Þannig að þetta var svona... Slapp. Hvað varstu gamall? Hver þykist þú Mig langar að vera? finna þetta. Heldur þú ætlar að vinna, ef þú ætlar að gera eitthvað í þessum mánu þá þarfst að vinna fyrir því. Hvað varstu gamall þegar þú varst í Idolinu? Hvað? Klaksvík? Ó já, mannstu þetta Klaksvík? Ég er nú gaman af Klaksvík og það var allavega svona solid tilraun. Það var ágætis band. Það var svolítið að hallarslegt lagið samt hérna NBA Dreams. Það hljómar svo mikið eins og Jóhann. Ég tók því lagið nú kannski ekki eins alvarlega á hérna fyrsta lagið.
Hvað var það? Það var hann að Freudian Love Affair. Sem ég er samt og hörður með textan. Býtu, hörður ekki hérna þegar þið spiluðu live hérna? Nei, hann var hann út á Spáni þá. Já. Hann var hann original meðlumurinn á keppninni hann á Skanum. Já, Siggi Bakkar það. Og hver er hann var bara temporary fill-in, sko. Já. Og ég var náttúrulega mjög óánægður, sko. Ég var meira með svona bara disappointed með Sigga Bakk. Ég haldi að maður úr svona sko sem kæmi úr svona mikill í tónlista fjölskyldu ætti að geta betur. Jóhann. Já. Ok, ég er ekki að reyna að níðast að þér. Hvað er þetta aftur? Hvað erum við að hlusta á? Hvað fannst þið? Þetta er Hvað er þetta að gera? What the hell? Þetta er reyndar Er þetta eitthvað Eastern kjaftaði? Bítu, ok, Jóhann, þetta er sem sagt 7 ára gamalt vídeo, 2010. Jóhann er fyrir fram að webcam með einhverja asíska tónlist og er að hreyfa hausinn svona nautnalega í hringi. Og hann er með svona emo topp í rauninni. Svona toppur sem fyrir eitt auðvitað. Hvað pæli? Akkur hefur ég ekki séð þetta? What the hell? Sko, þú ert eins og sért að fara áður þið viðskiljið þetta og nú meina ég, nú er ég að vera 100% því, þetta er djók og það er mjög góð að saga af okkur. Hvað er þetta Bjarkar-vídeóið all over? Nei, aðdáandinn. Ég bjóta vídeo áður ég fór í japansku partí. Þetta er þegar ég er að læra japansku í HÍ. Ok. Þetta er áður en ég fór í partí og ég setti þetta vídeo inn á YouTube eftir áður en ég fór í partí. Okay. Og málið þannig sko, það var við vorum með svona bara menninga svona kennslustund, svona menninga og það var bara hitt og þetta og svo kom einn gaur sem var að tala bara japansku tónlist svona bara yfir höfuð. Og hann var alltaf að spila svona inn á milli svona klassísk japansku verk. Og það var einn svona frekar, furðulegur náungi með okkur í bekknum sem basically þegar við vorum að hlusta á þessu lög bara gerði þetta Ok. Þannig að þetta er basically lokaði augun og var bara eitthvað svona og allir voru bara hvað er fucking þetta er mjög þannig að ég var eftir áður ég fyrir í japansku partí ég var komin í glas og ég svona bara, ég voru að horfa á YouTube eitthvað svona bara áður en ég var að fara í partí og svo fekk ég bara þessa hugmynd þegar ég ætla bara að gera svona sama og hann og búið til vídeo. Já, ok, þannig að þú varst basically bara svona að gera svona brandara og gera smá grín af honum. Basically, já. Okay. Oh my god, þú er með þessi vídeo? Er þetta á YouTube? Þetta er á YouTube, hérna. Oh my god, Bjarni er að leita öllu myndböndunum þínum. What the fuck? Hvað er að gerast? Þetta er Jóhann. Hlust. Sjáðu hvernig það frýs. Hann stendur með fægiskópla. Ok, þú er eiginlega að útskýra þetta vídeo. Ok, ég veit ekki hvort hann vilji það sko. Þetta er Nei, þetta er já. Oh my god. Ég er samt mjög furðulegt vídeo á hann þegar hann er fullur. Þetta er áður en ég kynntist Jóa. Já. Þetta er fyrir Þetta er langt. Þetta er eldgamalt. Þetta er fyrir hvað 10? Sko, þú eiginlega varst ekki ennþá komin svona inn til Jóa. Þegar ég sem sagt kynntist á þessum tímabili. Þú varst með okkur í sketsum kannski, en þú varst ekki komin inn til hans. Nei, þið treystu mér ekki til þess að þekkja Jóa ennþá. En hann er alltaf verið gaman á honum, en hann er alveg hættur að drekka og... Hann er hættur að drekka og bara, hann er að missa kíló. Og hann er að læra kempo. Hann er að tala og frís. Já, það er þetta. Ég hélt að besti partur, hann er að tala og segja eitthvað bull og svo bara frísa. Ég hélt að þið stoppa myndbandið. Hann alveg, það sem hann datt í huga á þessum tíma var alveg yndislegt. Það er Jói er snillingur á svona einn hátt. Ég bauð hann að koma, Jóhann.
Hann þurfti að fara að hjálpa pappa sínum. Hann er eitthvað að hjálpa pappa sinum og hérna, ekkert sem Hvað dætt hann á jörðina? Hann sagði, ekki kissa jörðina! Það er gaman að ekki kissa í jörðina. Manstu, þetta er brand... Já, þetta er úr Command & Conquer. Og við tókum hennar brandar og notuðum hann í Command & Conquer. Já. Hvað er þetta að kissa jörðina? Ég man svo, að ég man hversu svona fake hlátur var svo mikið. Þetta var bara svo mikið... Meðan Command & Conquer myndin er með svona gullin moment. Hvar eru mistökin? Ég er að býta eftir. Já, nákvæmlega. Uppáhaldsmomenti mitt í þeirri productioni er, sem sagt, það er í mistökunum, það er í blooperunum. Þegar þið eru að taka upp hjá vastanginum og þið gerið eitthvað vitlaust og þú heyri Jóhann segja sem sagt fyrst lágt, af því Jóhann er, þú veist, við alveg upp við myndavélina. Þið heyri hann segja lágt, sem sagt nei, og svo bara Mér langar líka bara að sjá bara öll skiptin sem við grenjum hlátur við með teitan í tölvum Teitan Guðmund, besta mörg mistök. Og svo náttúrulega langt besta er þegar hann að reyna að hlæja á singur brandara og þau geta ekki haldið í venjulega manstu ekki eftir hérna Svo er eitt skipti sem Gummi Lúk kom svona Hey, þú ert fyrir Já. Og hann var að reyna að vera fyndinn og ég var ekki ennum svona staðnum en ég gæti séð þetta svo mikið í gegnum þú veist bara reactioni hjá ykkur og þú ert fyrir En þetta voru Svo góða var tíma hann líka ein klippan þegar ég var löngu búinn að segja cut, stop en Andri sína bróður hans Kristó var ennþá hlaup og hendi svona í drullupól við löngum þau kött og það bara heyrist í hákunni Andres! Þetta Var ekki Andri? Það var Andri Andri Það er líka Andres er allt annað maður Það er eitt sem er líka gaman við að horfa á þá mynd er að sjá gamla Borgarnes Já, Þetta er algjört historical document Líka eins og minnst að því við séum svo þegar hann í steinnáminni áður en að nýja körfur kom það eru hjá hann í Hrafnakletti áður en allar nýju blokkinar komu í Arnaklettin þeir eru á hann að Virnet-planinu og það er ekki eins og búið að malbygga Eina sem hefur ekki breyst hvað? Golfskálina? Já Ég held það Golfskálinn sjálfur Golfskálinn inn í honum Og svo kannski Skallakurinn Skarðurs Já, Skallakurinn, já Og svo náttúrulega inn í Óðali Það er líka Ég hef reyndar ekki farið inn í Óðali það langan tíma allt annað bara, þú veist það var Bjössarólu alveg nýr, myndi ég halda Nýlegur Og íþróttaðana í kringum, Það er ennþá tildulega alveg eins Íþróttúsið og það alltaf Það svæðir Það er svona mér og minna Þeir voru eitthvað var hugmyndi bara svona, ok, við þurfum að setja upp skoti Þeir eru eitthvað að spila Þeir eru eitthvað að spila hérna Þeir eru eitthvað að sparka fótbolta á milli sín og Teitur að reyna að ná boltanum Svo nær Teitur boltanum og hann er skotin Hvernig hérna byrjar innrásin hann byrjar þegar þú spila fótboltan, grípur boltan Svo Teitur að leika annan karakter Hann leikur sko Hersvig og svo leikur hann alltaf Hermann sem er alltaf drepinn að dettur út í sjó Já, hann var okkar Kenny held ég Já, hann leik hérna hersöðingjan hjá GDI og hérna alltaf lúða Hermannin og það var eitthvað atriðan í meðstökunum þar sem eitthvað steig á magan á honum það var eitthvað og þú eitthvað svona, hvað gerðist? Hann steig á magan á honum What the Halló Heyrið mig? Já, heyrið þú í okkur? Hann kom bara allt í og þeir bara duttu út Takk mér með mistök fyrir ekki Þú vissir að hérna Chris Squire í Yes er fallin frá Já og svo og þar áður var hérna gítarleikarinn í AC/DC að falla frá Já, Malcolm Young Svo var hérna hann hérna kallinn hana hvað heit hann aftur? Morðinginn? Nei, hann hérna Já, Charles Manson dáinn Sáu það voru hellingur af fólki sem hélt að Marilyn Manson hefði dáið Já á Twitter og hellingur fólki sem bara RIP Marilyn Manson
Herru, þú vorum að tala hérna breytt Borgarnes. Ég var að skoða hérna Google. Ég skal henda þessu á hérna yfir vídeóið. En þess að mjög skrítið hérna glitch á Google Earth. Það sem að keyra í gegnum hérna. Ég að keyra í gegnum Borgarnes og það sem að hótelið núna. Sjáðu þér. Þetta mjög skrítið. Yes. Á vissum tímapunkti breytist Borgarnes í gamla Borgarnes. Já, byrju, ok, já, oh my god, þetta er ótrúlega trippy. Það er sem sagt, ef þú ert á hérna borgarbrautinni, þá sérðu sem sagt hérna construction-verki, það sem það verið að byggja hana hótelið, eða blokkina, og svo þegar þú beygir inn í Kveldálsgötuna á Google Earth, þá hverfur það, þá kemur aftur grasplanið. Þannig þú veist, þá bara eftir að uppfæra það þannig. Ég veit af hverju, það er ekki endur búin að ákvæða hvort að þetta á að standa eða ekki. Þetta er svona politically correct hérna ákvörðin hjá Google. Politically correct? En ég veit ekki alveg hvernig þetta glitch verður. Nei, þetta er ekki glitch, það er bara sem sagt að því að Google bílinn hefur ekki keyrt. Aftur, hann kemst ekkit, þetta er akkurat á gattamótanum hérna Kveldálsgötuna og Borgar... Freyðgeir, hvað ertu að gera? Þetta er hrísgrjónapotturinn. Þetta er hrísgrjónapotturinn á Eygurnar, þetta er ekkert klósettið maður. Já, þetta er ekki verið að nota þessum klósettið, þetta er hrísgrjónapotturinn. Veitu, hver á að þrífa þetta núna? Hæ? Nei, auðvitað er sér klósett. Já, þrífður helvítis pottinn maður. Já, afsakið, það er smá mislingur innan með gestin. Er hann eitthvað skrítinn eða? Já, er möguleiki ég er farin að efast eitthvað það. Er möguleiki að þessi Friðgeir? Friðgeir heitir hann, já. Friðgeir, er möguleiki að hann sé api? Það var Friðþjófur, þú ert að spá í því. Ég gerði mistök. Þú þarft svona I'm with stupid svona sweeper. Mér vantar, ég er ekki búinn að vera nógu duglegur að taka niður. Sweepermeistarinn okkar er í Florida. Hann er í Florida. Heyrðu, hann er í sólinni. Ég er að pissa á mig, ég ætla að taka smá pásu og ég ætla að spila hérna smá. Ég ætla líka að pissa. Förum að piss í kross. Það er reynda góð skett, við börjum bara að pissa á okkur. Förum að piss í kross. Heyrðu, hérna er yes, smá með Chris Squire. Pissa í Davíðstjörnur. Við erum konur aftur. Þessi gaur lítur pín út eins og Jóhann. Svolítið líkur Jóhanni Lind. Við erum að hlusta á okkur hérna indverskan mann. Þetta er Venom Males, hafið ekki séð Venom Males? Því miður ekki. Þetta er hans contribute í hérna Ice Bucket Challenge-ið. Og hérna, hann ákvað að taka á annað level, skilurðu, og semja lag um það. Já, ok. Herðu, já. Við þurfum að minnast á það. Það er komin gestur, annar gestur, í þáttinn. Er ekki með hljóð eftir, býtu? Hvað er hljóð eftir? Nei, Bjarni er að fokka upp eins og venjulega. Klippum við út. En við erum með Býtu aðeins, ég er að slökka hérna á vennu. Ok, hvað erum við? Hvað er með það? Við erum með hinn eina sanna aðdáanda, númer 1 aðdáanda á Gráðsvæðinu. Shut up! Shut up! Fuck, býtu ég að leita. Hérna Chrissy Frank eða Kristján Franklin. Góðan daginn. Velkomin í þáttinn. Gaman að koma. Þakka ykkur fyrir að bjóða mér. Já, en þú Ákveðu verið að introduce hann eins og Steingrun Njáls. Ég panika, ég verð Hvaða anskotar sem það introduce? Ég panika alltaf þegar það koma nýju gestir. Ég verð svo stressaður. Já, Bjarni. Sjáðu þið, sér ekki að vera rauður í framann. Þetta er mjög stressandi dæmi. Þetta er mjög stressandi. Lífið þitt er stress. Mjög stressandi. 2 vinnur og podcast. Já. Ég höndlaði þetta ekki. Nálega. Nei. Þess vegna finnst mér mjög gaman að vera í þessu. Stjöfull, Æ. Friðgeir. Friðgeir. Viltu fara undan borðinu? Friðgeir, þú ert að svolítið að reyna á gestreysinu mínu. Þú vilt ekki vera að prófa hérna yfir Pokémon-myndunum og dæmum. Hvað sagðirðu? Farðu
Vertu ekki undir borðinu. Gerðu það. Þetta farið svolítið reyna á mig hérna. Ok. Þetta er nýja atrið þess, hann er með... Fyrir ekki, hvað voru að segja? Hann er með hérna gest í heimsókn. Viltu útskýra fyrir Kristjáni hver gesturinn er? Og kannski fyrir okkur, hvaðan kemur hann og hvaða maður er þetta? Á Jóhann að útskýra... Hvaða gest hann er með í heimsókn? Já! Þú hlýtur að þekkja hann eitthvað, Jón. Já, ég meina, þetta er Freyki. Hann er helvitis fámyndi, maður. Er þetta bara einhver ljótur kall? Er þetta gamall maður? Er hann á... Já, ég held að þetta var einhver sem myndi fíla að vera hérna í heimsókn. Ég veit ekki alveg... Ekki kom hann einn... Svolítið að stíga svolítið yfir stríðis. Hvar fannst hann í Japan? Hann var það eitthvað að reyna að koma þessu heim, ég veit ekki. Ég veit ekki. Við vorum að vinna... Það var Freyki, please, þrýveta. Ég vil ekki fá vökva hérna út um allt. Fyrir ekki. Ég ætla að sýna Kristjáni hérna karaoke-vídeó sem á... Þetta svona lítur Jóhann út þegar hann er að syngja karaoke á karaoke-bar í Japan. Þetta er sko 7 ára gammalt vídeó. Ertu búinn að vera núti í 7 ár? Nei, þetta er ferðin sem ég fór ári fyrr. Ég fór einu sinni sem ferðamaður, basically. Áður en ég fór út sem skiptinemi. It's an order. Duran, ég fíla Duran. Ég hlusta mjög oft mikið á það þegar ég er að vinna í skólanum. Já. Hvað er Duran? Viltu bara hoppa upp í eitthvað raskat, ykkur staðar? Þú ert ekki frægur, Jón. Hérna Franklin. Já. Herra Kristján. Herra? Mister. Hérna, hvað það gera hérna? Hvað segirðu gott? Ég segi bara allt fínt og... Sjáðu hann, hann er á barminu og hann er aðeins svona að finna á sér. Þá lokast augun svona aðeins. Hann verður svona mellow og hann veit ekki hvað hann á að segja. Yes, definitely. Bjarni er að kommenta á það. Ég er búinn að vera að drekka jólabjór. Já. Túborg jólabjór. Jóhann, af hverju er þú samt ekki að hérna... Var ekki Franklin hérna skjaldbaka og ráð og segja? Oh my god, nei, ekki taka hann. Franklin? Franklin þannig að skjaldbaka og hann var alltaf hann átti Björn sem var vinur hans. Þetta byrjaði sem teiknimynd og var síðan svona þrívítar ógeð. Og núna ertu hérna hjá okkur. Auðvitað. Ég hætti þessu fyrru lífi til að... Hvernig líður þér að vera ekki lengur skjaldbaka? Gerir mig greiða, nenni að googla hérna Franklin á hérna Rule 34. Við getum gert það eftir. Það er Jóa pizza. Og þá getum við verið chilla. Við getum farið hérna á Rule 34 drikkjuleikinn þar sem það voru aldrei neinar official reglur. Það var basically þú segir eitthvað og ef við finnum Rule 34 á því þá drekkum við. Sem því basically að við drekkum og skoðum Rule 34. Það drekkum við alltaf. Já, byrju. Það væri hægt að búti regl. Það væri náttúrulega að hafa bara svona hægt að hafa svona rounds. En hérna, það er endreitt. Ég var áttmáðið sem sagt, það er mikið kannski af fólki sem hlustar á þáttinn sem hefur enga hugmyndum hvað Rule 34 er. Mikið af fólki? Ég segi bara 23. Hafi gaman að því að koma Allir þau sjálf. 70.000 aðdáðundur heiti saman. Erðu, hann... Já. Það er sko hérna... Já, hann þekki brandarann. Hann kann þetta. Hann hlustar á þáttinn. Hvað er með það að halda að ég drekk mikið af nýmjólk? Þú ert alltaf með nýmjólk þegar ég sé þig. Ég á það einu sinni. Herðu, ég vildi útskýra... Einu sinni? Ég keypti bara Homeless í Netto og nýmjólk í bónus. Út af að mér langaði geðið mikið Homeless en ég vil ekki borða Homeless án þess að dýfa það í mjólk. Og ég fann bara 2 lítra nýmjólk. Það var, já, það var... 2 lítra? Já. Meinar 2 1 lítra fernur? Nei, þetta er hérna stóru. Nei, ég var með stóru 2 lítra. Á stóru 2 lítra fernur. Stór kassi. Sem þetta er 1,5. Já, það er 1,5. Er það 1,5? Það er ekki 2 lítra. Ok, þú ert ekki nýmjólkur aðdáandi. Þú veist ekki í hvað stærðum þetta kemur. Herðu, já, ég vildi hérna... Ég ætla bara að segja ykkur það að ég fekk svakalegt blast from the past þegar hann sagði orðið homeless. Ég hef ekki heyrt í mörg ár. Er þetta grínast þetta?
Það ógeðslega gott. Vilt þú útskýra flashbackið eða má ég fyrst útskýra hvað Rule 34 er? Ertu ekki með heimþrá? Þú mátt bara útskýra það hversu mikill hommi þú Ég er það mikill hommi að þegar ég sé svona kvenkins konur með tippi þá verð ég samt æstur. Sko, Rákar, ef ekki bara allir að ef ekki bara að tala ef ekki bara vera allir hinskilur, við erum allir að horfa á þetta, er það ekki? Jú, það er rétt strákar, allir ekki, þú veist, við getum svona, come on, ég held að sé ekki takt að feða líka, það eru allir að horfa á. Það eru allir að horfa á traps. Ef þú ferð bara á porn, það fíla allir Gmails. Þetta er svo hátt upp í rating og allt. Kristján, Það eru allir. viltu ekki tala um þetta á netinu, þar sem allir geta heyrt það? allir geta heyrt í það hvena sem er í framtíð. Já, nákvæmlega. Þannig að þú veist, þegar þú ert ánum 50 þá getum við spilað þetta í 50 samanlunni. Heyrðu, við erum að horfa hérna, síðan hans Jóhanns Lind er full af einhverju cringe. Þetta er frábært cringe. En já, hérna þið... Og þið er að hafa ágjör á einhverju eftir 50 ár. Nei, ég er að segja, þú veist, hann hefur ágjör á því. Talandi um ammali, ég verð 18 ára daginn. Til hamingju. Oh my god, þú mátt kjósa. Já, ég mátti ekki kjósa síðasta í síðustu kostningum. Er ekki sýstin í fjórða sæti í einhverju flokki? Ég var guð mig góð. Hún er í fjórða sæti fyrir þjóðfylkinguna, yes. Hvernig getur drengur orðið allt í einu 18 ára þegar hann hljómar eins og djúbrataður Páll Óskar? Það er sko, Franklin hefur verið hérna gefinn með það að hann er með flotta rödd. Það sem ég fekk einmitt að heyra mjög mikið þegar við vorum í leikriti saman og ég var tæknumæður og hann lék, hvað er það, Sölvar Súri. Þú veist, þá var ég, þú veist, alla leið hérna. Bítu. Ok, talaðu áfram. Ég ætla að loka augunum. Geturðu mannst einhverja línur úr leikritinu? Ég man nú eina frá Okay. þetta. Ok. Þú hlýtur að muna líka eftir þessu. Örugglega. Þegar ég fokkaði... Afsakið. Þegar ég... Æ, nei, hann sagði fuck. Ó nei. Er það bara... Þetta var svona stóra mómenti þar sem ég var að koma og fara að ráðast á álfakonunginni. Það er svona introduce og bara, þú, fuck you. Og svo þannig. Þetta er svona mómenti þegar vondi kallinn hittir góða kallinn og er svona, ég er miklu betur en þú. Allir í aðdáðundurum, ekki aðdáðundurum. Þú veist, allir hérna minjónir þínir. Og líka það, þú veist, þetta er allir svona gett hrættir og eitthvað. Já. Þetta er stóri svarti gaurinn. Vondi kallinn er kominn. Og þú veist, þá kemur þú veist, Aðalasteinn álfakonungur, en óvænt, strákar, sjáuðu hver er kominn. Og þá svona, eru þeir eitthvað svona, þú veist, allir svona, þetta eru svona goblins og þeir eru svona, hann er kominn. Já. Má sjá, strákar, sjáuðu hver er kominn. Strákar, sjáuðu hver er kominn. Þú ert alveg svona eðileglega þetta. Ég kemst ekki núna Nei, þú kemst ekki, það er djúpt. Það er kannski ekki hversu... Það er kannski ekki hversu djúpt þú kemst, en hversu hátt þú kemst. Hátt þú kemst án meðan þú ert djúpur. Hann hljómar dýpri en venjulega af því hann er náttúrulega með 3 píkur í kringum sig. Tvær. Já, þú ert að tala um okkur. Hvað helst þú? Ég veit það ekki. Heldur að þetta hljómar eins og kallmaður? Ég veit ekki hvað þú tala um, ég hljóma eins og kallmaður. Herru, nefndi pappiðin eitthvað ég hafi tekið spór með honum daginn? Nei. Ég hitt hann daginn og hérna, hann var eitthvað góð tónlist í gangi sem hann vinnur. Já. Ég veit ekki, hann með eitthvað verkstæð hann upp á landflutningum eða eitthvað. Yes. Og við tókum spórið. Hann myndist ekki það? Nei, hann vildi kannski bara hafa útaf fyrir okkur. Hann dansa mjög vel. Svo dreymdi mig... Þróaðist yfir í eitthvað annað dýr? Nei, Varst það að reyna með poppa minn? Spórjók. Það var bara, þú veist hérna. Bittu, nei. Jóhann. Ég er alltaf að bíðast eftir einhver svona sprengju eða svona, you suck, eða eitthvað svona dæmi. Já, eins og sé, hérna, sound effect meistarinn okkar er ekki viðstættur. Nei, ég er ekki að... Hvað var línan sem þú fokkaður upp í leikritinu? Hvað var þessi línan nefnilega? Ég kom út á svið og þetta er svona mesta mómenti í leikritinu. Talaði í mækinn.
Og hvað sagðirðu? Sem sagt, hver er réttarlínan? Sjáðu hver er komin. Ok, það er réttarlínan. Og þú Sagðir þú, sjáðu hver kom á mig? Nei, ég sagði, sjáðu hver er komin. Já, alveg rétt. Þú sína þenn röddin brannir það En hei, sjáðu hver er komin. Já. Og þetta fokkaði svo upp út af því, þú veist, allir misti Q-un sín, sérstaklega tæknimennir. Já, það var málið, af því að ég man eftir þessu, ég og Sammi og Teddy, við vorum allir tæknimenn, við heyrðum þetta og við hlóðum svo mikið að við glemdum því hvar við vorum í leikritinu. Það kom svo ristur og sprengingar og þetta bara svo fólk. Já, alveg, og ljósin sem sagt fóru úr fokki. Unprofessional. Akkur í anskotan hans pappan Geir að vinna við þetta? Annar Teddy. Sá Teddy á afmæli akkurat daginn áður en ég á afmæli. Til hamingju Teddy. Samsæri. Og aðaleikonan í leikritinu sem við vorum með. Lína? Nei, ekki hún, heldur í Benedikt Bóolf. Ó. Sá sem leik Benedikt Bóolf, hún Alex. Þú ert að hugsa Hún á mikil afmæli leikrit. akkurat. Vitlaus reference. Já, Mjög vitlaust já, vitlaust. Já, það var í fyrra. En hérna Hver er munurinn á Benedikt Búolf og Baldri Búolf? Baldur Bú. Hver er Baldur Búolfur? Baldur var hérna Hann var alltaf á Stöð 2. Hann var anime. Baldur Búolfur er græn, Benedikt Búolfur er í bláum frakka. Og hann er bara svona lítil manneska eiginlega. Já. Sem sé Benedikt er sjálfstæðsmaður og Baldur er framsóknarmaður. Það var að klippa þetta út. Klippa. Snipp. Ég var búinn að búa til einhverju lista sem gerðist. Klippa þetta eins og naflastreng. Ha? Það kemur alltaf eitt kvót sem segir, Bjarni segir, ég ætla að klippa þetta út. Já. Og það var eitthvað annað sem ég man ekki hvað. Býttu nú við getum kröfið þetta aðeins. Þetta er það var... Hvað, hérna... Sammi segði hræðilegt pönn. Já, ég ásaka Bjarnum að vera racist. Nei, það gerist ekki hver með einstað þætti. Nei, kemur- stórt tippi. Nei, er það ég að spyrja hvað klukkan er? Eða hvað er mikið eftir? Já, Og það líka. Hvað er búin að taka upp lengi? Já, hvað er bara að taka upp lengi? Það er línan. Og síðan soundklipp af Egil. Já, það er, þú veist, Sami mjög duglegur að nota soundklipp frá mér. Já. Hérna er soundklipp. Bjarni. Ég get henda þessu í bankan. Ég get sendið bankan. Já. Jóhann, hvað er klukkan hjá þér? Það er klukkan Klukkan er Þú mátt ekki breyta spurningunni til að reyna að komast að því hvað þú eru búin að taka upp lengi. Já. Af því hann er hættur að spyrja sko. Hvað eru búin að taka upp lengi Egill? Ég veit það ekki. Hvað er klukkan hjá þér? Ef við virkilega spáði hvað klukkan er hjá mér. Já. Já, ég held að klukkan sé orðið, það er komið tími til að fara að sofa. Friðgeir, heyrur það? Byrju, er þessi maður að gista hjá þér? Verður að sætta við. Já, hann þarf að sætta sig við að hann þarf að sofa á gólfinu með hérna dínu. Friðgeir, hún getur ekki fara upp í miklu. Nei. Er ekki kona en það? Nei, hættu. Friðgeir. Já, við erum að komast að því. Ég held að Friðgeir sé að reyna við Jóhann. Frekar, hann? Friðgeir, veistu hvað, þú ert búin að reyna á allt sem ég eftir þessum umræða. Friðgeir, nei, nú verður það bara út. Burt. Þá kom þér út. Það mér alveg saman hvað þú verður. Hitt þér út. Mér fann að gruna þetta. Hefur þú sett opnhanska á hann? Nei, ég er orðinn þreytt á þessu sketsan og ég hendi honum út. The joke has run its course. The joke was dead before like the atom bomb. Nei, ég veit það ekki. Ég gerði atom bomb brandari í Japan. Þeir henda mér í fangilsi maður. Er það eins og að segja nasista-brandara í Þýskalandi? Þú fer ekki fangilsi fyrir að segja nasista-brandara í Þýskalandi. Já, en Veistu hvað er það versta sem þú getur sagt? Já. Jóhann, segðu mér, hvað er það versta sem þú getur sagt? Hvar? Í Japan. Það er engin munur á Japanum og öðrum mannsýtum. Fer það í taugunar á Japanum? Ég held að það myndi af því sko, þeir setja okkur alltaf útlendingarnir í sama hóp. Ok, Ég myndi bara segja að þeir eru nákvæmlega sama og kínverðar sko, og korðumenn og filmsýningar. Ertu að segja það að það er lífur í það. Myndi ertu að segja það að Japani
sér engan mun á þér og kannski gaur frá Þýskalandi? Engin. Engin? Það engin munur. Þú veist, myndið þið sjá munin á einhverjum frá Austur-Asíu? Ég get séð munin á Asíubúum ef ég að vinna á veitingastað. Sko, ég sé munin að því ég bý hérna núna. Okay. Þetta eins og, ef þú býrð með lemúum, þú ferð að þekkja lemúana og þekkja þau þannig að, þú getur þá frætt okkur, hver munurinn á Kínverjum og Japanum? Það að vissuleiti bara attitude, sko. Já, hegðun að minnstur. Það hefur oft verið bara þannig að ég hefur kannski verið í liftu og svona það er svo sem ítir á takkan og svona leifur öllum að fara út fyrst og þeir svona nei, þú mátt fara út fyrst, nei, þú mátt fara út fyrst. Svo allt kemur svona einn gaur og bara strunstar út af liftunni. Ég fór í bón og svo kemst maður að því að þetta er Kínveri. Og er það svona einn gaur sem fer úr buxunum og kúkar á liftuna? Það er í Þýskalandi. Ég fór í Bónus í gær og og hitti, það var ekki á minnihólfu og það er alltaf rosalega mikið af fólki frá Asíu og Andres í hjólastólnum, hann er að fara inn í bíli hjá sér og það labbar einhver hópur af Kínverum eða eitthvað fram hjá bílnum hans og hann segir, já, ég var nú að draga þetta fólk eitthvað stær hérna upp á Holtaveri daginn, ég veit ekki á hverju, hann er í Björgunsveitin og eitthvað, svo öskrar hann ching chong og ég beygir mig undir bílinn. Það er alveg, hann er alveg skæður sko þegar kemur að, honum er alveg skítsama hvað öllum finnst. Hefurðu gert það, Jóhann, út í Japan? Ching chong? Ég gerði náttúrulega garðinn frægan þegar ég gaf út jólalög á kínversku. Já, alveg rétt. Hvar get ég fundið það? Ég veit ekki hvort ég sett á YouTube, en ég man bara að það var bara, sko, það var brandarinn í japansku partíunum að syngja á fake kínversku og syngja jólalög á fake kínversku. Ok, hvernig er fake Gerðu þetta aftur. Þannig að Japanum finnst þetta líka fyndið. Það sem finnst ennþá finnar þegar hermi eftir Norður Kóreu fréttatum. Já, er það ekki konan, hún er alltaf svona bleikum kjól eða bleikum svona fötum. Þetta er basically partytrikkið mitt, sko. Að vera rasisti. Nei, að því að Bjarni Freyr Björgvinsson. Nei, að því að hann er að herma að fólk hlæra hvort öðru. Nei, nefnilega ekki, að því að hann er að herma eftir specific mannesku. Og það er fréttaþaulurinn í Norður Kóreu. Hvernig hljómar hann, Jón? Sko, þegar ég var hann úti, síðan sem ég var skiptinemi 2011 til 2012, þá deyr Kim Jong-il. Og það var mikið fréttum að hann hafi verið dáið og það var bara mikið sýnt frá Norður Kóresku fréttum yfir og bara svona og svo verið að tala náttúrulega hvað tekur við og svo þess. Og það var brandarinn þá alltaf þegar fóru við til þess partí þá og þá var ég að herma eftir lýsingunni þegar voru hann með jarðaförun í sjónvarpinu, beinni sjónvarpinu, í Norður Kóreska sjónvarpinu, að það bara heyrist í fréttum Kim Jong-il, alveg rétt. Ég tók smá marathon daginn og ég horfði á 3 heimildarmyndir Norður Kóreu sem er mjög áhugavert dæmi út af fyrir sig. Veistu hvað Norður Kórea er? Hvar hún er? Nei, veistu hvað bara ríkið er? Hvar, nei. Ef ég nota ensk terms. Enska namnið. Já, sko, hvað er Ísland? Það er democracy, er það ekki? Jú, það er republic, já. Og flest lönd eru þannig, sko. Það er líka svo til People's Republic og svoleiðis svoleiðis dæmi, People's Democratic Republic. Í sjálfu sér er Norður Kórea necromancy. Nei, hvað er ekki? Það er sem sé, þú blandast þannig orðinu á necromancy og democracy. Það er djúvill. Democracy
Nú er tungan Necrocy. alveg fyrir. Necromancy? Necromancy? Veistu hver er forseti Norður Kóreu? Alveg rétt! Býtu hvað? Af því að forseti Norður Kóreu er sem sagt afi Kim Norður Jong-un. Kóreu er Kim Jong-sung. Já, sem er sem sagt, hann er Það er löngu afi. dáinn. Er hann ennþá forseti? Nei, já, hann er ennþá forsetin. Hann er forsetið að eilífu. Það verður Það er enginn nú annar málið. forseti í landsins. Af því að sem sagt, sá sem er núna, Kim Jong-un, er sem sagt, afi hans er forsetin. Og Kim Jong-un er bara í rauninni að túlka, er að túlka vilja afa sinns. Þetta eru bara ekki... Hann sem sé fær skilabóð frá afa sinu. Já. Hann er svona... Já, Af því afi hans... hann er ódöðlegur af hans. Nei, afi hans er, eða þú veist, já, í rauninni, já. það er hugmynd. Hann er ennþá forsetin. Hann ræður. Hann er forseti, hann er head of state. Já. Þannig að það er einhver töfrar í gangi og hann tala við afa sinn og kannastu kemur við því til. Þetta er the Father, the Son and the Holy Spirit. The Father, the Son, the Holy Ghost. No, the Father, the Son and the Holy fuck, that guy is fat. Uppáhaldið mitt er hérna myndbund af Kim Jong-un að benda á hluti. Já, hérna Kim Jong-un looking at things. Já, looking at things. Það er basically síðan sem kom á eftir Kim Jong-il looking at things. Já, nákvæmlega. Og svo dó hann og sonur hans tekur við að horfa á hluti. Já. Bara að horfa á hana mann. Þetta er furðu. Hann er svona hausinn hans minnir mig á strókleður. Af því hann er með svona þannig hárgreiðslu. Hann er svona öfugur blýjantur. Við séum hann er svo stoltur af þessu. Horfa á dósamat. Það eru allir svo glaðir í kringum hann. Já, og svo merkjaðu herbygginn ef hann heimsækir eitthvað fer í eitthvað heimahús þá hérna, sem sagt, merkjaðu herbygginn með svona platta og segja að Kim Jong var hér, hann var hér og hérna svo, þegar hann mætir þá eru þau að hugsa með sér kannski fæ ég að borða í dag. Heimildal hérna leita minninni til fóru inn á spítala sem var auðvitað alveg tómur en það voru hérna Ertu að tala með væsgaurarnir? Já, ekki væs, þetta var einhver annar náungi sem að fór bara á einn spítur svona rogue hérna reporters. Já, rogue reporter, ok, alveg tómur spítalinn svo eru bara leikarar sem að leika hérna sjúklinga svo fór rafmagnið af og hann spyr gerist þetta oft? Nei, þetta hefur aldrei gerst áður. Þetta er bara svona, þetta er mjög áhugavert að Þetta er svona súrrealíska dæmið þannig að þegar væsgaurarnir fóru í Norður Kóreu og þeir voru á hóteli og það kom hellingur af fólki sem var sem sagt, svona þjónum og setti þú veist hellinga mat á borðin af því að sem sagt, og sögðum sem sagt, já, það er veistla hérna eftir. Já. Og svo var hann bara eitthvað inn í þessum risastóra sal og það var búin að leggja öll borðin og hann bara eitthvað svona borði eitthvað, þú veist, svona havragraut eða eitthvað ótrúlega einfalt og svo þegar hann var að labba, fór út þá, þú veist, fóruður aftur og tóku diskana, þú veist, aftur inn. Þetta er mjög Þetta er svo ótrúlega súrrealíst. Svo, það er ógeðslega mikið af fólki hérna, hann lét hérna byggja hérna skíðasvæði, lét bara gera skíðasvæði hérna í Norður Kóreu, þar sem að ég held að bara 10.000 manns hafa tök á því að hérna nota þetta. Svo eru bara leikarar á skíðum. Ég myndi að það er að vera, þú veist, einn af þessum mannsku sem svona, þú veist, hvernig útskýra er það fyrir fólkinu? Eitthvað svona, núna ætlum við að þykjast eins og allt sé í góðu lagi. Það er góð spurning. Og þú veist, ef ég kem upp að þér, ef þú veist, ykkur sem ræður Íslandi kem upp að þér og sem sagt, herruðu, við erum að fá hérna útlendinga í heimsón, getið þið þóst eins og allt sé gott? Nei, menna, það talaði um að hérna, sjálfstæðisflokkurinn hafi hérna mútað fólki, borga 200.000 kall fyrir atkvæði. Varstu ekki að tala um að við mættum ekki að tala um hérna... Ég er að segja þetta sama. Klipptu þetta út. Ég þarf að pissa, ég þarf svo mikið að pissa. Alveg óháð öllu. Þeir tala saman, ég ætla að vera geða unprofessional. Ég ætla að segja með kaffi, við ætlum að taka hérna örstuttar og svo ætlum við bara að wrap it up. Wow, second pása. Það má allt hérna. Oh my god, það eru enga reglur. Það eru enga reglur. Enga reglur, allt má. Jóhann, þú tala bara við Kristján með Jóhann, þú hefur tækifæri til þess að hérna, að break out því að það fær alltaf flakka í dag. Láttu við þetta eitthvað sniðið í hug, Jóhann. Já, ég læt allt flakka. Það er alltaf flakka í dag? Herðu, vissu það að ríkt er að hann hérna...
Við erum komin aftur. Hvernig líður þér? Var ég stríð með þessu eða? Vildu ekki verið símanum og með honum að taka upp? Men, við bjóðum Ég var að fá skilabóð frá kvennfólkinu. Þú verður að lesa það upp núna. Já, hei. Það er Þú reglan, leist það upp í beinni útsendingu. Allir vita hvað það tala um. Hann heyrði ekki eins og lagið. Það vissi ekki hvað hann var að tala. Jú. Er það? Þetta var mjög gott country. Það ekki? Já, Er ekki gott country-lag? Þetta er Franklin-lagið. Já, þetta er það. AIDS Franklin. Allavega, þetta hafa verið að kommenta AIDS for Franklin. Það hafa verið að kommenta á statusin sem ég reyna að fara að gera núna allavega til jóla. Ok. Það sem ég er að koma með svona pólitískar umræður jólin. Ertu pólitíkus? Nei, alls ekki. Þú er ekki pólitík. En þú veist, eru jólasveinir tröll, hálftröll eða fyrstu krakkarnir sem Grýla rændi? Alveg rétt. Já, meinar. Þú veist að veltaði fyrir hvað jólasveinir eru í rauninni. Já. Hvað í anskotanum eru þau? Og líka í dag spyr ég, borgar Grýla skatta? Er hún með fastegnargjöld? Já. Er hún íslenskur ríkisborgari? Góð spurning. Það eru svona hlutir sem við þurfum að vita. Er hún einhver staðar ólöglega að fela sig í hell einhver staðar á einhver annars manna jörð? Fyrsti flóttamaðurinn? Grýla? Jóhann, komment. Jóhann, komment. Ég veit Grýla er frænka mín og jólasveinar eru oftast bara gaurar sem fá pening. Er Grýla lindætt? Heyrðu það, jólasveinar er ekki til alla helvins krakka áskotar. Kaffivél var biluð. Ég gæti ekki fengið mig kaffi. Hvað sagði kaffivélum? Hún bara, þú varst upp að henni, ég ætla að fá kaffi og hún sagði ég bara gefið þér, ég er biluð. Þú sagðir Jóhanni, hann mætti þetta. Ég er ekki að stoppa hann. Nei, ekki ég heldur. Ég klippi þetta bara út eftir á. Áfram Jóhann. Hann fekk í hann bara með því að Það má ekki klippa svo. Jóhann gerir þáttinn ennþá betri. Viltu ekki bara fara til Japans og sjú honum böllin það? Nei, það er bara... Þú veist þetta, ég veit ekki hvað hann fær mikið út svona wifi. Þið bara sökkið svo mikið að Jóhann gerir þetta allar á hlustanlegt. God damn. From God's grace my ears. Komdu með hérna, þú kommentaðir á síðasta vídeo að því þú sagði komdu með. Þú sagði, síndkvæða. Þetta er vittlust. Ég, náttúrulega, greip þetta bara á lofti, skilur við. Það er ofta erfitt að vera mjög spontaneous hérna með mækið fyrir fram með þér. Já, þú veist, ég er samt professional memester. Já, þannig að þetta fyrir töðunar á þér þegar að... Þetta fyrir mjög mikið, út af þetta er sagt svona, sko. Og alveg þau, býtu. Ok. Omae wa mu shinderu. God damn. Nani? Hver er þegar dögur? Þetta er hérna lína úr Fist of the North Star sem er frægt anime. Er sem sé ekki þegar döður þegar hann að tala við hann? Já, af því að bardagastílinn hans snýst eitthvað það að hann svona potar á svona réttan stað og svo springur gaurinn og hann er svona berjast um gaur og svo potar hann í hann og svo er gaurinn bara svona aha, ég er með þig, eitthvað dæmi og hann segir við hann, þú veist you're already dead. Og það er fólk svo frumleitt sko og það er að klippa hérna hljóðið úr við alls konar svona slagsmál til dæmis á götu slagsmál. Þú mættir halda þetta að segja, þú veist, hefur þú segið Kill Bill? Ég reyndar sá ekki Kill Bill, ég veit að Jóhann. Já, en allavega, þú veist, þeir talaði hana hana 5-pointed. Já, þú getur potað 5 sinnum. Þú potar í hana og hann satt eins og lifandi og getur talað við þig. En strax hann er búin að labba 5 skref eða eitthvað, þú springur hjartað. Þetta er svona eiginlega þannig. Hann mun slóst við þig. Þetta er mjög stupid. En það make a sense. Nei, ég er að segja, þetta er svona myth-dæmi sem er svona þegar þú tekur úr samhengi þá er það frekar kjánulegt. En Jóhann, hvað þýðir Omae wa mu? Hann var að segja það. Ég mistaði. Omae er náttúrulega ekki, það er að segja þú og það er ekki að segja á góðan hátt. Þú myndir ekki segja Omae. Þú. Frekar dónalegt. Hvað myndi maður segja? Teni er miklu verra sko. Þú segir teni eða eitthvað. Temi! Slagsmál sko. En það... Mó er, þú veist bara, nú þegar, already bara. Nú, þegar búið sem sé eitthvað. Sínderu er að vera dauður. Það sem sé... Það er ekki sko
að deyja heldur að vera dauður. Já, hann er basically að segja þú ert nú þegar dáin. Já. Ok, býta Og nú þegar dáin. Og það er þannig í samingi þáttarins sem þetta er tekið Vil ég ekki stíga Hættu að hala Hættu Strákar, ráðu ykkur niður. Strákar Ég var að reyna að segja Það eru allir vinir í Hálsaskógi. sem er nefinn frá norðurstjörnunni. Já. Hvað ertu bara búin að taka við þáttinn? Ég lækka bara í þér Hlustum á það Ekki læka í Jóhanni. Það er mjög hættulegt. Þú ert komin aftur Jóhann Hvað skal það fucking Ég held ég að Hvað kemur næst? Þetta er mjög gott mím. Þú ert að invita Jóhanni til þess að eyðileggja þáttinn. Þarna sjáum við þrjá. Þetta er hérna gettóbardagar. Hérna sjáum við 2 krakka Ghetto fights. að svörtum uppruna, meina ég. Svörtum leika. Ég ætla að segja eiginleika. Það voru 2 krakkar sem Þetta segja að þið er ekki svartir, þið er bara að þykjast vera. Þið eru að leika að vera svartir. Svart fólk er ekki til. Oh my god. Veist hvað, mér langar ekki mikið til að gera. Ég talaði við Unni daginn og þú veist, mér langaði til þess að eigna sem sagt hérna og dóttur og bara sína henni svona svartar bíómyndir eða þú veist, með svona svörtum leikurum að þannig að því að mér langar í svarta dóttur. Ekki, þú veist, endilega þú veist, þú veist, hún verður hvít af því ég og Unnur bæði hvít en ég vil, þú veist, eiga svona persónuleikan að henni verður, þú veist, svona African American þannig ég ætla bara að sína henni svona black media. Þú sýnir henni ekki svona fake news. Nei, definitely, við munum að horfa, þú veist, bara á svona að því að það er hellingur svona black media, þú veist, eins og það eru sjónvarpsstöðvar ég held að þetta er BLT og eitthvað og hellingur svona eins og Don't Be a Menace. Hún er góð maður. Þannig myndir og hann Wayans brother myndir og eitthvað þannig dæmi Barbershop, það er þú veist svona African American culture og þú veist, bara síninni þannig stöf til þess að mitt gera svona tilraun get ég alið upp African American dóttur þótt hún sé ekki African American. Er það ekki er það ekki illa séð? Ef þú ert Illa séð? Þú veist, hvað er það? Fuck, nei, ég meina sko Illa séð? Bittu nú. Ok, Bjarni, Erst þú búin að bara ætla til þess að hún verður 16 ára og hún rænir fjölskyldunum? Nei, ég meina ekki þannig. Þannig Bjarni hugsa bara með sér Ertu það bara að meina að sjónvarpið því svona Er það ekki illa séð að lélegt? Það verður illa séð að sjá. Þitt haldið það sér svart. Allt Bjarni kötti þetta út. Bjarni, that was racist. Það er með fyrir, af því að það sem ég var að segja geti tæknilega sem verið talað racist en hann tók bara boltan alveg. Já. Ég kann taka boltan næst. Þú tókst boltan Það er ekki til svart fólk, það er alveg réttlega. Hvað er svart fólk? Nálega, það er alltaf svona dökk, það er dökkbrúnt. Það er dökkbrúnt. Það er rétt. Já. Er það að segja Fyrir utan kannski Sean Kemp, sá maður er svartur eins og nóttin sko. Alveg rétt. Það er bara, þú veist, að því við tölum þú veist, þú getur verið þú getur verið misdökkur og sumir eru sem sagt með melanin sem er bara, þeir eru alveg svartir. Þeir eru eins og þessi úlpa hérna á litin. Húðin þeirra er svona á litin. Til dæmis í Suður Afríku, fólki þar er bara, þú veist, það er ekki í raun það svart með þú veist bara Nígeríubúa til dæmis. Það er mikill munur. Það er bara eins og í Evrópu, það er bara Ítalir eru dekkri við mig. Bjarni, ekki vera hlægir. Bjarni. Já. Þetta var fallegt barn. Þetta var mjög uppruna af Nígeríu. Mjög fallegt barn. Ekki hlægir. Mjög fallegt barn. Þetta er komið gott. Við erum að enda þáttinn. Það er komið magasár. Þetta er magasár tíminn. Ég er samt að reyna að halda kúlinu, strákar, sko. Fucking hell. Hvernig sem það er, þú þarft að eftir þetta. Ef þú vilt, Ég veit það ekki. Ég er bara mér og skýtsa vera með hana lög og syngja texta frá öðrum lögum yfir? Já,
Þú ert búinn að vera að hlusta á síðustu þætti. Ég og Samir er búinn að vera Það kemur þá Söngleikurinn er náttúrulega bara með í betra sem ég hef heyrt. Gastu brosa? Það var æðislegt. Gastu hlegið að þig? Sko mér fannst mér fannst country dæmið aðrindarinn að söngleikurinn þinn og country dæmið í síðasta þætti. Söngleikurinn þinn og country dæmið hann sama, það eru svona contenders við besta tónlist eða atriðið úr þessum þætti. Definitely. Atriðan samma. Hvað aðeins nær? Atriðan samma, það var alveg, þú veist, það var ótrúlega gott. Já. Miðað við að hann gerði þetta live. Já, náttúrulega, það var líka mjög impressive. Þú veist, þetta var ótrúlega. Hvað fannst þú rappið? Rappið var gott en á allt annan hátt. Það var fyndið. Á meðan, þú veist, hitt var actually gott. Þið ættu að prófa að reyna að gera þetta í alvöru. Þetta var eins og útfarasöngur fyrir NMN. Hvað meinar Eminem er góður? Hann er fucking awesome, gaur. Fucking Jóhann í Japan. Hvernig ætlar að koma svo? Ég fóka. Það er miklu betra að hafa þetta í stúdíónu. Já. Af því það getur við actually snert þig. Já. Og þú ert með fanboyina. Það er náttúrulega sko upp á lag og svona. Herðu já, hérna, Jóhann. Þú eru að senda Kristjáni hérna svona ból með svona sem er svona #1 Jóhann fan. Já. Nei, ekki #1 gráasvæði. Nei. Katta þetta út, ég nenni ekki að hafa þess að stæla maður. Þú baðst mig að gera district á þig. Já! Þú skoraði mig á hólm og það. Geturðu gert það? Ég var að vinna í því sko, en ég held áfram að Geturðu verið með tilbúið fyrir næsta þátt? Fyrir næsta helgi? Þú veist, ég myndi ekki nenni að gera það svona professional. Menn okkur að gera það svona eins og þeir gerðu það. Já. Það gerði þetta illt, þannig að þið myndi ekki hugsa hversu hræðilegt það er, heldur hversu awesome, hversu hræðilegt það er. Þú hefur eina viku, af því að ég þarf að fylla þáttinn með alls konar vitlýsingum þangað til að hann hérna Sami kemur tilbaka. Fáum frændaðinn, Egil. Hvaða frændi minn? Hörð Gunnar. Já, við getum kannski gert það. Hörður, hlustar á hann á þá. Frændi minn heldur frændi hann. Já, Hörður, svaraðu því, núna. Það er eins gott að hlustar á þáttinn. Ég veit hvað þú vinnur. Svaraðu! Svo hérna stefnir allt í, það eru jólaþættir framundan og alls konar djöfusvillisa. Alls konar stemming. Kynnes skjólalög. Já, þú getur... Jólalögin hans Jóa. Það er, já, hann þarf að nenn að koma til þess að... Nei, ég er að tala Niður og niður, vinstri, hægri, snú. Það er svindli. Þetta er svindli í Mario Bros. 3. Niður, upp og niður, hægri, vinstri, hægri, snú, það er svindli í Mario Bros. 3. Og svo líka, í skóginum var ekki neitt, svo kom bara ekki neitt, og þá var bara ekki neitt, og svo var ekki neitt. Ég fór að gleyma þessu. Þetta er Ég á þetta einhvers staðar, ég þarf að finna þetta og við þurfum að rifja þetta upp. Já, skóginum er ekki neitt. Skóginum. Og svo kom bara ekki neitt. Þetta er ógeðslega fucking fyndið. Þetta er með því súrara og með því finnara sem að reyni. Rósum, Kristján, gaman að fá því í heimsókn, í þáttinn. Gaman að fá svona fjölbreytni í... Já, ég er svo hrættu við fjölbreytni. Já, ég veit. Þú ert að hætta að pæla í því. Oh my god, þú hættir þessu ekki, Bjarni. Þú bara hættir ekki. Ó já, af því hann er racist. Af því að Bjarni er racist. Hann vill bara fá, þú veist, af hverju verður ekki verið neitt, þú veist, hérna svartur maður í sem þætti. Af hverju? Það hefur bara verið hvít fólk. Hvað það þýða, Bjarni? Þekkirðu eitthvað fólk í lit í náttúrunni? Já, þekkirðu einu sinni fólk sem er öðruvís á litin? Ég byrði að helsa, gott fólk, ég tek ekki þátt í svona vitleysu. Jóhann, eitthvað að lokum? Eitt að lokum? Sultulok. Það skrúir það svona á hérna á flöskuna, það er lok út með ykkur. Það er lok á flösku, það er lok á könnu, það er lok á hérna á lok á hérna húsið sem er í borginni sem selur lok á PVC eða vilja koma lok á dæminu sem þú setur á. Við heyrjumst í næsta.